goodness of God. Syngjum þetta saman. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I gave you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. If I may, grant when things that could harm, þegar hafið rís og stormur býr, hefur þú mig og gætir
ætlar að tala til okkar í dag. Gjörðu svo vel. Góðan dag og náð Drottins Jesú Krists veri yfir ykkur og með ykkur. Gott að fá að tala við ykkur í nafni Drottins, syngja hann mér allt. Og ég veit ekki hvort að við getum almennilega staðið undir því að Jesús Kristur okkur allt. Það svona margt sem að togar í og við viljum svo sem ekki sleppa miklu. En veröldin sem við erum í dag, hún svolítið að toga okkur á staði sem við viljum ekkit endilega vera. Nú verið að halda upp á Halloween og ég sé það bæði Hagkaup og fleiri verslanir að bjóða okkur upp á grasker sem menn eiga að koma með alls konar ljós inn í og teikna einhverjar fígúrur og skraut og búa til svona minningar dauðan. Og það svolítið athyglisvert með Halloween, það búið að ná þeirri stöðu að það verið að rifja upp hina dauðu, þá afturgengnu og þetta verður meira og minna einhvers konar draugahátíð. Í anda Jesú Krists þá allir þeir sem að hafa dáið, þeir hafa sýnt það og sannað að þeir ekki meira virði en svo að þeir ráðu ekki við dauðan. Nema einn. Við vitum einn sem dó og réði við dauðan og kom aftur. Og einn spurði mig einu sinni hver munurinn á upprisu Jesú og afturgöngu. Hann vildi fá að vita það. Jesús Kristur var lifandi og hann lifandi aldir alda og dauðinn mun aldrei ná völd yfir honum. Og það ekki ónýtt trú að segja það og sjá það að eins og hann þannig eigum við að vera og þannig verðum við. Vonin sem við eigum í Jesú Kristi, hún þessna fólgin í því að fyrst að hann lifir aldir alda, þá fáum við sem á hann trúum að lifa aldir alda. Og það ekki ónýtt að við notum þetta tækifæri í dag til þess að við ræðum aðeins og ég fá að fjalla þessi tvennskonar konungsríki. Annars vegar konungsríki dauðans og tortímingarinnar sem birtist meðal annars í Halloween og á fleiri stöðum. Það birtist líka í Biblíunni, því að Biblían talar þetta. Og síðan að taka hitt konungsríki til umræðu, þar sem hann, konungur konunga og drottin drottnana lifir að eilífu. Og við stöndum á landamælum þessara tveggja konungsríkja og það okkar að taka ákvörðun hvoru megi ég stend. Verð ég réttu megin við girðinguna eða verð ég öfugu megin? Og komið núna með mér. Ég vona að þið hafið Biblíuna hjá okkur og ef þið að hlusta á mig og þið sem heima og að ræða saman eða hlusta, takið með ykkur Biblíuna og opnið hana. Við skulum fara í Jóhannesar Guðspjall. Það 12. kapitúli og það svo athyglisvert að þetta kaflinn þegar Jesús Kristur að koma inn í Jerúsalem. Og þá tekur hann ösnufóla og hann ríður á ösnunni inn í Jerúsalem. Og þá segir Jóhannes þetta. Ég að fara með ykkur í 14. og 15. versið. Jesús fann ungan asna, settist á bak honum eins og skrifað Óttast ekki Síón, dóttirin Síón, sjá konungur þinn kemur ríðandi á ösnufóla. Og hann bara dregur fram spádóm sem að finna í Sakaría 9:9. Komið með mér í Gamla testamentið, spádóm í Sakaría og þið vitið, það mjög gjarnan sem að fólk segir, já þetta bara í Gamla testamentinu, við erum ekki að taka mark á því. Jóhannes gerði það. Sagan af Jesú Kristi, hún tók mark á Gamla testamentinu. Og okkur eigum við sem kristina trúir í dag að sleppa því að þekkja Gamla testamentið. Í Sakaría 9:9, þá Sakaría með þetta svona mjög einfalt. Hann spáir fyrir komu Messiasar og segir, fagna þú mjög dóttirin Síón, lát gleði látum dóttirin í Jerúsalem. Sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann, sigursæll, lítillátur, ríður asna ungum ösnufóla. Lítillátur. Þetta svolítið athyglisverður
athyglisverð setning að kalla Jesúm Krist lítillátan. Hvar eru við í þessu samhengi? Er við ekki mikið frekar stærðlát? Ég læt sko engan tala svona til mín. Já, ég sko hlusta ekki á þetta. Ég er sjálfur svo mikilvægur að það má enginn leiðrétta mig. Við erum svo oft svo stærðlát að það má enginn hjálpa okkur og hjálpa okkur með dómgrind okkar, því dómgrind okkar er ekkert alltaf rétt. Við þurfum að fá hjálp við dómgrindinni. Og Jesús Kristur sem kom á ösnufóla, hóvær og lítillátur inn í Jerúsalem, þetta er konungurinn okkar. Þetta er konungur konungana, skiljiði. Þetta er konungurinn sem að er okkur fyrirmynd. Þetta er konungurinn sem er hafa áhrif á þig og mig að við séum líka lítillát. Og þetta er einn af þeim sem við vorum að tala um síðast, sem allt er skapað fyrir til hans og allt á tilveru sína í honum. Hógværðin, lítillætið, því við erum ekki stór og mikil. Við ráðum ekki við dauðan. Hann kemur. Við verðum gömul. Við verðum hrun. Við munum deyja líklega, þó ég haldi að við munum ekki deyja. Ég held það að ég muni ekki deyja. Og þið getið alveg sagt, já Snorri, haltu nú áfram í þinni blekkingu. Nei, ég held að Jesús Kristur sé að koma. Og þegar hann kemur, þá mun hann taka okkur til sín á þess að við deyjum. Þá mun dauðin ekki ná neinum tökum á okkur. Og ég segi bara, kom þú drottinn Jesús. Ég held að það sé bara mjög yndislegt að eiga þessa von. En ef ég dey, hvað ger ég þá? Þú veist, þá bara fer ég til drottins. Þá er bara með honum. Það skiptir engu máli með þennan líkama. Hann mun líka fara, en hann mun umbreytast í einni svipan á einu augabragði. Hafið tekið eftir því konu hvað eru lengi að snirta ykkur á morgnana. Ég byrjaði að kíkja í spegilinn og svo fara að taka þetta og taka hitt og kallinn ykkar þarf jafnvel að bíða vegna þess að þið eru á klósitinu og hann kemst ekki að. Það er orðið vandræði því þið eru svo lengi að snirta ykkur. En Jesús Kristur mun umbreyta okkur á einu augabragði. Og þetta eru hröðustu taugaviðburðir líkamans, það er þegar þú blikkar auganu og tekur vel eftir því. Hraðinn er 100 sekúndu. Þetta er svo merkilegt. Og við getum alveg séð það að umbreytast á einu augabragði. Þú ert ekki búin að smetla fingrinum, þá áttu orðin svona eins og tvítugur, bara ungur og hress og kátur og glaður. Þannig að við eigum þessa sæluríku von vegna konungsins sem kom ríðandi á ösnufóla, hóvær og lítillátur og hann var kominn til borgar sinnar Jerúsalem. En hún tók ekki endilega mót honum. Og þessi konungur, hann tók læri sína einu sinni í kennslu og við skulum fara í fjallræðu Jesú Krists og ég ætla aðeins að taka orð því ég held að þið þekkið þetta allt saman sjálf. Það er Mattheus 6:10. Og þá er Jesús Kristur að kenna þér að biðja. Og þegar hann leggur til okkar bænina sína þá byrjar hann Faðir vor. Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði minn vilji. Er það ekki? Nei, verði þinn vilji. Svo á jörðu sem á himni. Hér er allt í einu komin að þessu miklu landamærum. Hvaða vilji á að ráða í þínu lífi? Og þið vitið, þetta er eitt af verstu vandamálum samtímans. Þegar börnin okkar viti ekki hvað þau að gera við vilja sinn. Við heyrum einelti í skólum. Við heyrum firringu á götum Reykjavíkurborgar. Við heyrum að skemmtanalífið er að fara gjörsamlega úr böndunum vegna þess að menn eru alltaf að tala um sinn eigin vilja. Ég vil, mig langar, ég ætla. Og Faðir vor segir, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himnum. Hvernig getur þetta farið saman að ég ætla að kalla mig kristinn og samt ætla ég að ráða og minn vilji fá að ráða? Hvernig líst ykkur á að við aðeins breytum til og við förum að hugsa það hvað þarf að vera undir vilja Guðs í okkar lífi? Og nú langar við til að fara með ykkur í smá ferð. Ég ætla að fara með ykkur í 3 konungsríki sem við þekkjum. Þeirra er getið í Biblíunni
Annað konungsríki var konungsríki Babyloniumanna. Númer 2 var konungsríki Týrusar og Sídonar. Þriðja konungsríki var konungsríkið þar sem postulin voru ofsóttir, kvaldir og píndir. Við köllum það rómverska heimsveldið. Og vitið þið að í öllum þessum konungsríkjum, Babyloniumanna, Týrusar og Sídonar og svo í Rómverjaríkinu, þá var allstaðar andstaðan við Guð almáttugan, við orð hans, við þjóð hans og við þjóna Guðs. Skyldi það vera að við búum sjálf í ákveðnum konungsríki hér á Íslandi sem að spegla það að þeir eru andstæðingar kristinna sjónarmiða. Skyldi það vera vandræði Íslendinga í dag að við stöndum frammi fyrir guðlausum markmiðum stjórnmálaflokkana sem jafnvel ráða Ísland og sitja í ríkisstjórn. Þeir eru að setja okkur lög. Gáðu það því. Komið með mér í konungsríki, fyrsta konungsríkið sem að Jesaja talar um. Jesaja 14. Þetta er svolítið athyglisvert að yfirskriftin á þeim kafla er hálfkvæðið fall Babýlonar. Já, Babýlon ekki til í dag. Þetta er borg sem að er bara djöfla heimkynni og þar eru árar og illir vættir, eða illar vættir. Og þið geta alveg lesið þetta að engin Arabi skal slá þar tjöldum sínum, engin hjarðmenn bæla þar fénaði sínum, urðarkettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum, strútsuglar skulu halda það til og skógartröll stökkva þar um. Hvað vers er þetta? Ég er að tala hérna vers 21, en ég ætla aðeins að fara með ykkur aftar í kaflan. Þetta er bara til að lýsa því hvernig Babýlon er, hvað gerðist. Og bara til að bæta því svona inni, skjótaði inn í ræðuna, bara inn að sviga. Það voru þýskir fornleifafræðingar sem komu þarna að Babýlon 1880. Þeir voru bara að finna rústirnar og þeir ætlaði að hefja þetta fornleifagröft. Og þarna voru Arabar með þeim og Þjóðverjarnir, þeir fóru inn í borgina og strengdu tjöldin milli þessara veggja sem þarna voru og tóktirnar tóku við þeim, en það var engin Arabi sem fóð þar inn og sló upp tjöldum sínum. Þeir voru allir fyrir utan borgina. Svo bara flúðu Þjóðverjarnir nóttina. Þeim var ekki vært. Það var svo mikið draugagangur. Þeir höfðu bara aldrei upplifað annað eins. Og þá bara var eitt sem benti þeim á einmitt þetta vers sem við erum að tala um, engin Arabi skal slá þar tjöldum sínum. Þetta reyndist bara rétt. Þetta bara kom í ljós þegar fornleifafræðingarnir tóku nú ekki mark alveg á þessu, en þeir upplifðu, þarna voru skógartröllin, þarna voru illir andar. En hver bjó í Babýlon? Hver tók þarna mark? Sjáu þið núna í Jesaja 14, við skulum fara í 13. versið, 12., 13. og 14. versið. Það er aðalega þau vers sem ég ætla að leggja áherslu á hér, vegna þess að það segir í 13. versinu, þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga til himins, ofar stjörnum Guðs, ég vil reisa veldistól minn. Á þingfalli Guðanna vil ég setjast að, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Hver segir svona? Já, þetta var konungurinn í Babýlon. Með öðrum orðum, konungurinn í Babýlon hafði andlega stöðu og við köllum hann djöful og Satan. Við köllum hann myrkra höfðingjan. Og sjáu þið hvað er sagt í 12. versinu. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu að velli lagður undir okari þjóðanna? Og þessi persóna sem að birtist hér sem stjórnandi Babýloníu ríkisins hafði það að markmiði sínu sem segir ég vil. Ég ætla. Erum við þar? Og Jesús Kristur, konungur konungana, hann kom með allt annað sjónarhorn. Verði þinn vilji. Svo jörðu sem á himni. Sjáu hvernig drottinn er að kenna okkur að fara út úr ríki Satans og djöfulsins með því að við afhendum honum valdið í okkar lífi.
við gerum hann að höfðingja og drottnara hjá okkur. Og hvernig eigum við að fara öðruvísi að? Er það ekki hann sem konungur konunga, drottin drottna? Hann skaparinn, hann frelsarinn, hann vegurinn. Þetta allt í eintölu. Vegna hann einn sem að ræður bæði á himni og jörð. Hann á að ráða líka hjá þér og mér. Og hérna frá Keflavík, þá mun ekki neinn annar boðskapur hljóma heldur en þessi að Jesús Kristur drottinn. Það hann sem að frelsarinn. Hann okkar Guð. Og það skiptir máli að við áttum okkur á að það verður að reyna að toga okkur úr þessu ríki og inn í annað ríkið sem alls konar áhrifavaldar að hafa áhrif á. Þið veitir, unglingarnir okkar, þeir eru í símunum daginn út og daginn inn, ekki satt? Og áhrifavaldarnir sem eru á bakvið síman, þeir eru að reyna að segja þeir, ég vil, ég ætla, ég svo flott, ég svo æðisleg, ég. Það ég mig frá mér til mín. Einstaklingshyggjan á Íslandi, hún að drepa íslenska menningu. Hún að drepa íslenska kristni. Og sjáu þið hvað við vorum að gera núna. En eina ferðina þeir með kirkjuþing. Og frammi fyrir hverju stendur kirkjan. Nú þeir að rísa upp þeir sem eru nýjir fulltrúar á kirkjuþingi og segja, eigum við ekki að hætta þessu undanhaldi? Eigum við ekki að fara að nota kirkjuna til þess að sækja á? Steinn Steinar, hann var búinn að finna þetta út. Stríð mitt nútíma stríð. Og liggur allt í því í undanhaldinu, þið vitið. Og svo sagði hann, og þið vitið að þegar jörðin, hún eins og hnöttur í laginu og hann ætlaði að gefa eftir og þegar loksins komið hringinn þá var hann komin aftan að andstæðingi sínum. Hann ætlaði að vera sniðugur, en Steinn Steinar og þjóðkirkjan eru stödd á sömu spónum, öll í undanhaldinu. Hvar ætlar þú að vera? Jesús Kristur kom sér sigur konungur, ríðandi á ösnufóla. Og þegar hann bað drottinum vernd og varðveislu, þið vitið, hann sagði verði ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Þannig kenndi hann okkur líka. Og sjáu hvað mikilvægt að við komum þessum atriðum í hugafar okkar, verði Guðs vilji. Eins og hann hugsa, þannig vil ég hugsa. Þær ályktanir sem að hann dregur, þær vil ég draga. Það sem að hann segir mér að gera, það vil ég gera. Nú má alveg segja amen. Þetta akkurat atriði sem við erum að tefla fram. Næsti konungur sem ég vil taka fram við ykkur, það í Esekiel. Þetta konungurinn, ég geti tekið fleiri, en við skulum fara í Esekiel. Og allir við séum ekki þar í ykkur 23. 4. kapitula. Ég skal finna það. Vegna þess að Esekiel, hann að tala andstæðing Ísraels ríkis á þeim tíma, sem hann var auðvitað bara vandræða gripurinn fyrir norðan Jerúsalem, konungurinn í Týrus og Sídon, 28. kapituli Esekiels. Og við erum ekkert alltaf að vísa til Esekiels. Við erum svo sem að taka fyrir aðra konunga, oftast þegar við tölum konunga, þá tölum við Davíð. Eða kannski Salomon. En það bara sagt frá miklu fleiri konungum í Biblíunni til þess að við megum læra af þeim. Og hvers vegna ég að draga þetta fram? Bara til þess að þú áheyrandi sæll megi vita að það eru áhrif sem koma inn í þitt líf. Og áhrifavaldarnir eru annarkvort Guð almáttugur eða andi heimsins sem reyna að hafa áhrif á þig svo þú falli bara inn í það sama og heimurinn að gera. En heimurinn fallinn. Gáðu því. Og það við eigum ekki endilega að lækna hinn fallna heim. Við eigum að koma okkur út úr hinn fallna heimi. Við eigum að vera svo arabarnir að setja ekki tjöldin okkar upp í búðum Babyloniumanna. Við eigum að fara út úr þeim búðum. Við erum að vita hvar öryggið okkar og sjáu hvað hann segir. Esekiel 28. Annað vers. Mannsson seg tignamönnum í Týrus. Svo segir drottin Guð. Af því
að hjarta þitt hrokafullt og þú sagðir, ég Guð. Ég sit í Guðasæti, mitt úti í hafi, þar sem þú þó maðkur og maður og engin Guð, en leist á þig eins og Guð. Veitu hvað Týrus í dag? Þessi borg, hún var unnin, þó hún hafi verið örugg á eyju úti, og hún var unnin og hún ekki verið byggð síðan. Ég þið vitið. Sjáu hvernig hrokinn lyfti þau upp í hæstu hæðir og gerði það að verkum að þau vissi ekki takmörk sín. Þau skildu ekki, þau fengu að standa vegna náðar Guðs almáttugs. Og ég segi líka svona við okkur sem að eigum þetta orð og þetta passa við okkur, við stöndum frammi fyrir þessu að þurfa átt okkur á. Hvað aðalatriðið í okkar lífi? Og ég ætla aðeins að fá að benda ykkur á líka atriði sem að hefur komið svolítið illa við mig. Og það var vald Rómaveldis. Ég tók þessa bók með mér. Rómaveldi eftir Vilhjálmur. Ég hef haft gaman að lesa svona sagnfræði, sögulega bækur og mér finnst ég oft sjá dýptina í því sem Biblían hefur að segja, hvað postulinn var að glíma við. Og þetta sem saga Rómaveldis, hún leiði mig svolítið inn í þann tíma sem var þegar postulinn voru að fara rómverska ríkið og berjast trúarinnar góðu baráttu. Svo er Páll komið til Rómar, þið vitið. Og keisarinn sem hann skaut máli sínu til, hann hét Nero. Og Nero var einn alræmdasti og siðspilltasti keisari Rómaveldis. Og hann var látinn dæma hvort Páll postuli væri réttur eða rangur. Veltið þessu fyrir ykkur. Gat Páll fengið réttlæti? Nei. Dómur heimsins veitir okkur aldrei rétt. Aldrei réttlæti. Ég hef prófað þetta sjálfur, þó ég hafi verið bæði sýknaður í héraðsdómi og Hæstarétti þegar kom að því að Hæstiréttur, hann tók ákvörðun að dæma mér bætur, hann gat ekki farið að lögum. Af því ég fæ ekki réttlæti í heiminum. Það gerir þið ekki heldur. Við fáum aðeins réttlæti frá Guði almáttugum hinum réttláta sem kom ríðandi á ösnufóla inn í Jerúsalem því hann konungur konungana, hann drottinn drottna og hjá honum einum réttlæti að finna. Og sjáu hvað þetta er merkilegt. Við komum inn í Rómaveldi. Þetta er blaðsíðu 346 og kaplinn, þetta er 16. kapli sem segir sigur kristindómsins. Það voru átök og það var mikil barátta í Rómaborg á þessum tíma. Og þá segir þetta svona. En þegar Pétur og Páll voru líflátnir og kristnimenn brendi til að lýsa upp leiksýningu Neros, breyttist fyrirlitning í óvild og stundum í blóðug átök. Kristmenn lýstu því yfir að allir sem færi hefðu fengið til að taka við Kristi og vísa honum á bug myndu dæmdir til eilífrar písla. Þola menn þessa kenning í dag? Kristin kirkja á sömu skoðun? Til glötun? Til helvíti? Það vonum við spyrjum. Við heyrum alltaf þetta. Það bara svona einhverjir sértrúarmenn og bókstafstrúarmenn sem tala himinn og helvíti. Kristnir menn, hið forna í Róm, þeir kenndu þetta. Og hvað gerir síðan? Á móti kölluðu heiðingjarnir kristna menn úrsök mannfélagsins og sökuðu þá hatur á öllu mannkyni. Það ekki nýtt undir sólinni. Hvað var ég sakaður á Akureyri þegar ég sagði að laun syndarinnar væri dauði? Akkur var ég með hatursfullt hjarta? Akkur var hatursáróður í mínu munni? Það sami andi og var í Rómaveldi og stóð gegn kristinni boðun og kristinni trú, hann enn til staðar á Íslandi. Og það eru heilu stjórnmálaflokkarnir sem eru fullir af þessum anda sem líta á okkur sem hatursfulla menn. Vegna sem við segjum við syndarann, snúðu þér. Komdu til Jesú Krist. Það engin önnur leið
frá syndum heldur en að láta Jesúm Krist hreinsa sig og frelsa. Það hann sem gefur okkur eilífa lífið. Hann drottinn okkar. Hann frelsari. Konungarnir í Týrus og Babylon, þeir eiga ekki erindi til þín. Konungarnir sem voru í Rómaveldi, þeir eiga heldur ekki erindi til þín. Þeir eru búnir allir að tapa. Í Babylon tapaði hann, í Týrus tapaði hann, í Rómaveldi tapaði hann, en í þínu ríki. En á Íslandi hann að tapa eða hann að vinna. Ég held, systkini, að við stöndum frammi fyrir gríðarlega merkilegum atriðum sem við þurfum að hjálpa hvoru öðru að vinna sigur á. Atriðin eru þau að við viljum svo mjög gjarnan svona falla inn í. Vera svona bara lík hinum, við erum ekki tekið neitt út úr. Þið veitir, það stundur sagt sko, það ég og þeir eða við og hinir, það verður að skipta öllu niður, en svo eru þeir sem eru svona jákvæðir, þeir vilja segja, það eru bara við, allir. Nei, það aðgreining, systkini. Og ég ætla að fara með ykkur, síðasta versi sem ég ætla að vísa til hjá ykkur. Ég ætla að fara með ykkur í Jakobsbréfið 4:4. Jakob var bróðir drottins og Jesú Krist. Og mér finnst bara ágætt að við tökum bæði upphafið fjölskyldunni Jesúm og svo bróður hans Jakob og við vísum til þess hvað þeir báðir eru að segja. Og þeim ber alveg gríðarlega vel saman. Og þetta bréfið eftir Hebreabréfinu. Jakobs bréfið 4. kapitúli 4. vers. Hvað segir hann? Þér ótrúu, hann tala við þig og mig. Þér ótrúu, vitið þér ekki að vinátta við heiminn fjandskapur gegn Guði. Það skyldi þó ekki vera. Hvað það sem heiminn að gera, en Kristur vill ekki? Heiminn segir, hvað vilt þú? Gerðu eins og þú vilt. Fara þá að leið sem þú vilt. Og í ljósi þessa, ég fekk einu sinni blað gefins, það talaði myrkruöflin og Satans kirkjuna. Og í Satans kirkjunni var æðsta boðorðið og fyrsta boðorðið þetta, gerðu það sem þú vilt. Gerðu það sem þú vilt. Láttu engan stöðva þig. Jesús Kristus segir, verði þinn vilji við Guð almáttugan. Ekki svo ég vil, heldur svo þú vilt. Sjáu þið munin. Konungurinn í Babylon sagði, ég vil, ég ætla. Konungurinn í Týrus hafði alveg sama anda. Ég vil, ég ætla, ég Guð. Og þetta endar svoleiðis með mannin að hann veit ekki takmörk sín þegar hann heldur því fram að hann sé jafnvel orðinn Guð. Og Jakob tekur á þessu og sendur okkur þessi skilaboð sem eru búin að standa örugg og traust sem góð ráðgjöf í okkar líf í 2000 ár. Þér ótrúi vitið þér ekki að vinátta við heiminn fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Eða haldi þið að ritningin fara með hégóma? Halda með það. Sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í oss, en því meir náði sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur í gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Og auðmýkt kemur fram í því þegar Jesús reið á hvítum ösnufóla inn í Jerúsalem. Hann var upphafið af auðmýktinni, hann var sá sem beygði sig undir Guðs almáttuga vilja og það var hann sem fullkomnaði Guðs almáttuga vilja svo þú megi lifa. Verð ekki minn vilji, heldur þinn vilji, drottinn. Finnst ykkur vera tími til að við biðjum Guðs vilji í okkar líf? Komin tími til að við segjum við drottinn, hjálpaðu mér, elsku drottinn minn. Leyfðu heilugum anda að vinna í mér svo það verði ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Að það verði þú sem ræður. Eigum að standa upp og biðja saman. Drottinn minn, þakka þér fyrir að við mögum ljúka þessari ræðu með því að ganga fram fyrir þig í bæn með auðmýkt, drottinn minn, og biðja þess, hjálpa okkar elskaði Herra að við verðum auðmjúk í anda. Við biðjum þinn
vilja yfir okkur. Og við látum þína ávexti koma í ljós. Allt það sem þú vilt að verði hjá mér, það komi fram. Drottinn, ekki eins og ég vil, heldur eins og þú vilt. Og hjálpa okkur til þess að vera fyrirmynd þeirra sem ætla að ganga veg þinn, vera á mjóa veginum og hafa sem fyrirmynd þá sem að predika þitt lífandi heilaga orð, ekki með orðunum eintómum, heldur með verkum okkar líka. Drottinn, ef þú vilt að við komum á hvítum ösnufóla, þá gerum við það. Drottinn, í auðmýkti viljum við mæta þér og þakka þér fyrir að þú hjálpar okkur með heilugum anda þínum, að við séum þínir sauðir, þín börn, Drottinn minn, og þinn líður elskaði Herra. Þakka þér fyrir að þú einn sem frelsar okkur frá syndum okkar. Og Drottinn, þú segir líka, ef við játum syndir okkar frammi fyrir honum, þá hann trúr og réttlátur og mun fyrirgefa okkur syndirnar. Við játum það frammi fyrir þér. Og Drottinn, við viljum bera þér góðan ávöxt. Í Jesú nafni. Frelsaðu land okkar og þjóð. Og Drottinn, gefðu eldvakningarinnar hérna frá Keflavík og yfir til Íslands. Drottinn, þú vitjar staðana og ég bið fyrir þeim sem eru trúaðir okkar á meðal og eru vítt og breytt landið. Gefðu þeim hugmóð. Gefðu þeim styrk, Drottinn minn. Gefðu þeim krafta nýju, Drottinn minn. Gefðu þeim sannfæringu, Drottinn, heilags anda. Að það sem þeir segja, það verði lífgefandi orð. Svo þau þurfi ekki að vera vinir heimsins, heldur vinir himilsins. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Ná Drottins og Jesú Krists og kærleiki Guðs og samfélags heilags anda sé og veri með ykkur öllum. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel. Syngja hérna einn lítinn kóra, eða einhver sem vil fyrirbæna, verður þá velkomin hérna fram og við viljum biðja fyrir þér, ég veit að stóður hérna og komi ríkið þitt. Komi ríkið þitt. Mitt á
vers 3. Veldisbroti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra. Það alveg í takt við það sem að Snorri var að predika, að veldisbroti guðleysisins eða heimsins, hann á ekki erindi inn í okkar líf. Hann vill stjórna, Babylon vill stjórna, en við segjum Jesús er drottinn. Jesús er drottinn í mínu lífi. Halleluja. Það er játningin sem gerir aðskilnað. Það er alltaf játningin sem gerir aðskilnað. Þess vegna viljum við vexa að drottinn alla tíma. Ætíð sé lof hans mér í munni. Ætíð sé lof hans mér í munni. Halleluja. Ég lyfti höndu og ég lofa hans nafn. Ég lyfti höndu og ég lofa þitt nafn. Meðan ég lifi, ég lofa þitt drottinn. Ég lyfti höndu í bæn þitt líf. Bætar en líf, evig snurðingur. Bætar en líf, evig snurðingur. Ég lofa þitt drottinn. Ég lyfti höndu í bæn þitt líf. Ég lyfti höndu og ég lofa þitt nafn. Ég lyfti höndu og ég lofa þitt nafn. Meðan ég lifi, ég lofa þitt drottinn. Ég lyfti höndu í bæn þitt Það kom til við þetta í lofgjörðina, ykkur var með tak svona eins og milli herðablaðna, Guð vildi snerta við þér. Er ykkur þannig ástæða fyrir þess að það væri svona tak á milli herðablaðna? Amen. Þá bara réttu þend eða startu þetta árið því. Er ykkur með tak milli herðablaðna eins og? Þá finnið þið bara einhvern með tak milli herðablaðna og